12. til 16. janúar síðastliðin fóru borgarleikarnir fram í Innsbruck í Austurríki en þar kepptu börn frá 22 löndum og 54 borgum í hinum ýmsu vetraríþróttum. Borgarleikarnir hafa verið haldnir á hverju sumri svo áratugum skiptir en þetta var í 7. skipti sem vetrarleikarnir voru haldnir. Á leikunum voru 800 keppendur og þjálfarar og 500 sjálfboðaliðar komu að leikunum sem voru hinir glæsilegustu. Íþróttabandalag Akureyrar hélt utan skipulagið fyrir hópinn frá Akureyri en héðan fóru 6 keppendur. Já, þetta eru sko borgarleikar sem fóru í gangi í mörg ár og við fréttum að þessu og bara sóttum einfallega og okkur búið að vera með. Og fóru héðan með stóran hóp eða? Við fórum með 6 keppendur og svo voru þjálfarar og farastjórar. Þannig að við vorum 11 allt í allt. Þetta var vika, við fórum út á mánudagsmorgni og heima á laugardegi, þannig tæp vika. Það var mjög gaman. Og hvað gert í svona ferð? Börnin alltaf mættu út og fóru að tóka þetta æfingadag og undirbúningsdag. Svo voru að keppa 2-3 daga, þannig að þetta var mikið að gera þeim í sportinu. Og svo voru líka að skoða staðinn og flottu staður, fullt að gera. Hefur Akureyri tekið áður þátt í svona þessum borgarleikum? Nei, aldrei áður tekið þátt og kannski bara upphafið eitthvað meira vonandi og við ætlum að halda þessu áfram að kíkja á svona borgarleika. Þeir eru bæði sumar og vetrar, eða ekki? Jú, það eru búið að vera sumarleika síðan 1967 árlega en þetta voru bara 7. vetrarleikarnir og þeir eru svona óreglulega því miður en við ætlum að horfa á alla annan vetrarleikana og kannski sumarleika líka. Og eitthvað sérstakt sem stendur upp úr eftir ferðina? Já, bara flottur hópur, kom heim í verðlaun, frábært og bara eins og Innsbruck flottur staður. Við ræddum við 3 ungar íþróttakonur sem fóru út fyrir hönd Akureyrar og kepptu á gönguskíðum og í listhlaupi á skautum. Þær voru ánægðar með ferðina og skemmtu sér vel í Austurríki. Já, bara mjög gaman sko. Við vorum bara að skoða og keppa og bara hafa gett gaman. Og hvernig gekk? Bara mjög vel. Ég lenti í öðru sæti í skautum. Já, en ykkur hinum? Það var alveg ágætt. Já, sko, mér gekk alveg vel fyrsta daginn en svo seinni daginn var það allt í lagi. Og þú fékkst líka verðlaunið, ekki? Já, við vorum í boðgöngu og svona blandaðar sveitir og ég var með Spánverja, Kasaksstana og síðan einni stelpu frá Slóvakíu. Og hvernig var valið í þessi lið? Það var bara held ég bara dregið sko, þannig að maður bara var heppinn ef maður var heppinn. Og þú hefur verið svona heppinn? Já, mjög. Og þið lentuð í? Öðru sæti. Voru þetta stóri leikar? Já, ég held að þetta alveg svolítið stórt sko, fullt af krökkum hana. Og þið hafið eignast einhverja nýja vini? Já, Þjóðverjar og Kanadamenn og svona. Já, og smá. Nokkrar það voru frá Litáen og frá Spáni líka. Hafið þið komið áður til Austurríkis? Já, einu sinni líka í skautaferð. En þú ert orðin vön þessu? Já. En þið hafið keppt mikið á svona mótum? Ekki í útlöndum, þetta var fyrsta ferðin mín svona út að keppa. En alveg nokkuð mót hérna í Íslandi bara. Og hvað er skemmtilegast þegar þið lítið tilbaka til leikana? Hvað var skemmtilegast? Bara að flippa þarna með þeim hana. Home-baseið. Hvað er það? Það er svona stórt bara mjög stórt hús og það er bara hoppukastalar og mjög mikið af einhverju svona. Já, bara keppa og homebaseinu og bara allt eiginlega. Þannig þið eru ánægðir með ferðina? Já, mjög.